Trausti Brauðfjörð sestur hérna hjá mér við rauðaborðið. Velkomin Trausti. Já, sæl. Heyrðu, þú varst að koma út af borgarstjórnarfundi. Þið voruð að ræða eitthvað ákveðið málaðala núna, hvað traust á borginni? Já, við vorum fyrst að ræða hvað hérna var eftir að gera til að bæta traust gagnvart borgarstjórn. Það mælist bara lægsta traust til allra stofnana á landinu til borgarstjórnar. Já. Og hérna það var svona svolítið verið að benda á hvern annan meirihlutinn benti á minnihlutan og sagði að það væri verið að tala svo mikið niður Reykjavík. Það er á ykkar ábyrgð. Já, af því að við erum að beita kannski sterku aðhaldi eða eitthvað svoleiðis, þá finnst það með óþægilt og segja við sem að tala niður borgin á meðan minnihlutin var meira að benda á hvað meirihlutin að gera slæmt og svoleiðis, þannig að kom ekki droslega mikið af lausnum út úr þessu samtali. Nei, þannig að þetta var bara svona fólk að benda á. Já, og svo verið að tala að könnunin sé ekki marktæka því að vera að spyrja alla á landinu en ekki bara fólk í borginni hvað þeim finnst. Já. Þannig að svona þetta var svona umræða og fólk var svolítið bara að benda á hvert annað sem að kannski undirstrekar kannski þetta vantraust í borgarstjórn, fólk einhvern veginn ekki að kveikja Nei, einmitt. En svo vorum við líka að ræða og það var samþykkt að leggja niður borgarskjalasafn Reykjavíkur. Já, það er nú aldrei búið að vera heitt mál í fjölmiðlum núna undanfarið. Já, mjög svo ekki óumdeilt. Það er búið að rigna inn umsögnum frá bara héraðsskjalavörðum út all land og sagnfræðingafélög og ég veit ekki hvað og verið að mótmæla. Já. En það stoppaði ekkert eða frestaði málinu neitt og neitt nátt. Þetta var bara keyrt í gegn og samþykkt á þann. Já. Þannig að, já. Það var eitt sem svona vakti athygli minni, ég var að lesa fundagerð frá borginni hérna á dögunum og þá var einmitt fundagerð frá síðasta frá borgarstjórnarfundi á 50 daginn síðastliðnum, það var talað eins og væri bara búið að samþykkja þetta. Já, einmitt, það var borgarráðsfundi en að því að voru mótatkvæði þá verður það að fara í borgarstjórn áður en það er samþykkt en það var einhvern veginn send út fréttatilkynning eins og það væri bara það væri bara formsatriði í rauninni eftir og það var einhvern veginn viðhorfið bara átti einmitt að keyra þetta bara í gegn. Já, þannig að það var kannski svona bara þetta var svona, þetta var svolítið þannig einmitt, og við í minnihlutanum eins og Freudian slepp þarna í fundagerðinni. Já, algjörlega og við í minnihlutanum, allir flokkar minnihluta sem við lögum fram tillögu bara að bíða eins með þetta og kannski leita eftir meira af umsögnum og slags en það var heldur ekki samþykkt og rökin fyrir að keyra þessa tillögu gegn er svo að þetta spara rosalega mikið pening en það er mjög margir búin að tala um að það er ekki búið að kafa nógu djúpt í það til að geta fullirt það þetta vera svo mikill flýtir og þetta er skýrsla frá KPMG og sem að stilt upp 3 sviðsmyndir sem hægt var að fara og þessi átt að spara mestan pening. Já. Og var þetta há upphæð eða mikill sparnaður sem að... Já, ef það samkvæmt þeim átti með því að halda núverandi ástand áfram myndi það kosta Reykjavíkurborg 7,9 milljarða að koma borgarskjalasafninu rétt horf en með því að gera þetta eins og samþykkt var það myndi það kosta 1,5 milljarða króna en væntanlega þarf borgin nú eitthvað að leggja til ef að færa þetta á þjóðskjalasafnið. Það er fyrsta sem að ég hugsaði með mér að er þjóðskjalasafnið bara alveg til í að taka við því að þarf ekki að spyrja þjóðskjalasafnið? Búið að spyrja þjóðskjalasafnið? Nei, það voru einmitt, ef ég las rétt í dag, þá voru fréttir einmitt við þjóðskjalavörð sem var einmitt að tala það væri ekkert. Það hafi ekkert verið komin einn beiðni til þeirra þetta? Nei, en Lilja var eitthvað, held ég, hún er eitthvað svona að skoða þetta Ráðherra? Já. Og Einar er náttúrulega í Framsóknarflokknum, kannski eru þau eitthvað búin að ráðfæra sig við hvert annað, maður veit það ekki Nei. En þetta er einmitt bara gert í allt miklu flýtu, það var það sem við vorum að gagnrýna bara það sem við gátum öll samanstuð með minnihlutanum allavega, en það var ekki tekið mark á því þannig að þetta er og svo hefur þetta líka farið að snúast rosalega mikið persónu borgarskjala varðar einhvern veginn og þau búin að bera alltaf að halda því fram að hún fari ekki með rétt mál og eitthvað svoleiðis. Já, einmitt, og maður einhvern veginn var ekki inni í þessu sjálfur, þannig að maður veit ekki hvað er rétt í þessu, en einmitt, þetta er búið að snúast rosalega mikið einhver eina mannesku og svolítið sérstætt líka, það var eiginlega ekkert í þessar umræði bara talað borgarskjalasafnið og mikilvægi þess, Sanna reyndar kom og talaði og hélt smá kynningu bara hversu gott starf þetta safn hefur verið að vinna og hversu mikilvægt það er. En þetta er allt einhvern veginn rætt bara út frá peningavinklinum. Það er engin önnur verðmæti í þessu virðist fólk hugsa. Og það er kannski bara þeir tímar sem við lifum á nýfrælsíki tímin að það er engar aðra jöfnur einhvern veginn teknar inn í þegar kemur á svona ákvörðunum. Menningarlegt gildi. Nei, einmitt. Já, ég sá að Sanna var að pósta einmitt einhverju, hún hafði verið með svona myndræna
svolítið lýsingu á hvað hvað borgarskjalasafnið hefur verið að gera undanfarin ár. Já, og ef ég hef verið að lesa rétt þá skils mér að Reykjavík verið bara eina fáum höfuborgum sem ekki með sitt eigið skjalasafn. Já. Sem mjög sérstakt ef að þetta verði að veruleika. Ég að segja, þegar þetta verður þá verður við borgin. Já, ekki með skjalasafn en þeim oft tíðrættum að við séum menningarborg en mér finnst svolítið sérstakt að kalla sig það þegar við erum ekki einu sinni með skjalasafn. Já, einmitt. Já, herðu, þið viljið útrýma heimilisleysi og byggja upp húsnæði fyrir fólk. Já, við hefum verið að horfa til Finnlands. Já, við erum að horfa til Finnlands af því að þar markvissar áætlanir það að draga úr heimilisleysi og útrýma því árið 2027. Já. Og þetta hefur að ganga vel hjá þeim og þau gera það með því að byggja rosalega mikið magna af félagslegum íbúðum. Já. Það eru þar byggðar 6.000 félagslegar íbúður ári sem eins og að við myndum byggja, þá ég að tala Helsingi. Já. Það eins og að Reykjavík myndi byggja 1000 félagslegar íbúður ári. Og við erum hvað erum við að byggja mikið? Að meðaltali síðustu 5 ár hefur verið að byggja 97 íbúður ári. Þannig að við erum tífalt við þurftum að vera að gera tífalt betur ef við ætlum að vera fara þá leið sem fyrir og við viljum að borgin sem að bera sig saman við þær borgir sem að standa sig vel frekar heldur en að bera sig saman við bæi á Íslandi sem að standa sig illa. Já, borgin alltaf að segja við erum að leggja til 5%. Já, og við erum öll annars sveitafélög við erum skárinn Garðabær, við erum skárinn Seltjarnarnes og eitthvað og þá hefur við hrópa húrra og helst eiga borgarfulltrúar og líka skamma hins sveitafélögin. Það eins og okkar vinna eigi að snúast það en ekki berast fyrir hagsmunum Reykvíkinga og minnst svolítið lélegt að láta önnur sveitafélög líka halda sér svona niðri og það ofta eins og meirihlutanum finnst það bara þægilegt líka að geta einhvern veginn bent á sjallarnir allan að verðum við í staðin fyrir að horfa bara á aðrar höfuborgir eins og Norðurlöndunum og segja við erum bara að gera þetta líka. Veistu hvaðan hafa þau einhver tíman í meirihlutanum gert grein fyrir því hvaðan þessi 5% tala kemur? Af hverju þau ætla að halda sig í 5% félagslegu húsnæði? Nei, ég ekki kláraði en við lögðum það mitt til að við vorum með umræði á síðasta borgarstjórnum fundum það hvort það var ekki komin tíma að skoða þetta. Já. Að hækka hlutfallið en það var ekki talin ástæða fyrir því formaður velferðarráðs steig þá fram Heiðabjörg og sagði að biðlistar væri bara eðlilegir. Já. Þannig að það væri engin sérstök þörf á því og við ættum meira að vera að beita orku okkar í það að þrýsta á hins sveitafélögin að gera betur. En þið hafi verið að gagnrýna með þessa biðlista sem eru á standi 800 okkar manns. Já, það er komið yfir 1000 núna. Það komið yfir 1000 núna. Það eykst bara með hverju mánuðinum og það er ekkert sem lítur út fyrir að hann sé að fara að stytta og það hefur gengið illa að fá íbúðir af því að félagsbústaðir kaupa bara á markaði. Já. Og þeir hafa ekki verið að ná að kaupa eins mikið íbúðum og áætlanir hafa staðið til á þessu ári. Þannig að veistu af hverju það er bara ekki til, það er ekki búið að byggja nægilega mikið eða hvað er málið? Já, manni skilst það sé eitthvað vandamál og líka náttúrulega, eins og ég segja þau eru bara með þess að stefnum að kaupa, þau vil ekki byggja sjálf. Þið hafi náttúrulega og sósíalistar hafa verið að tala það að bara Reykjavíkurborg eigi bara stofna sitt eigið byggingafélag og byggja húsnæði. Já. Að því að fara í svona eins og bara daldi gamla verk og var. Að því að við sjáum að meðal fermetraverð sem félagsbústaðar að kaupa íbúður á í kringum 585.000 krónur ef ég man rétt. Samkvæmt byggingavísitölunni þá meðal kostnað að vera í kringum svona 250 til 280.000 krónur. Þannig að það er rosalega mikil álagning og það að fara til verktakana. Og bara ef við tökum svona meðal íbúð þá kannski 30 milljónir umfram að fara til verktaka. Og þetta er náttúrulega bara sóun á fjármunum borgarinnar og maður myndi halda að fólk hægra megin myndi sjá það líka að þetta er sóun á almannafé og það væri skynsamlega að byggja sjálf. En hægra mennur náttúrulega eru þeir ekki bara frekar að horfa á það að þarna sé sveitafélagið að efla enga framtakið og verktakana. Jú, af því að og borgin ekki að vera einhvers svona samkeppni eins og við kallaða við verktakana, þannig að þetta sé eina leiðin sem hægt er. Og þeir tala líka um að það sé svo mikilvægt að halda það sem við kalla félagsleg blöndun. Þannig að félagsbústaðir kaupa kannski 1-2 íbúðir í þessari blokk, 1-2 í hinni blokkinni. Þeir vilja ekki að félagsbústaðir byggi blokk sem er bara með félagslegum íbúðum. Sem væri kannski, þú veist, og þessi félagslega blöndun væri kannski allt í lagi
ef að það væri búið að útvikka aðeins líka hverjir geta sótt félagslegt húsnæði, þannig að það rosalega þröngt líka og það eiginlega ótrúlegt að það séu sko 1000 manns á biðlistanum vegna þess að skilyrðin svo fáralega þröng og ef við myndum byggja meira þá væri alltaf fleiri og fleiri sem gætu farið í þessi húsnæði og svo hefur þessi félagslega blöndun heldur ekki verið að taka sko þegar maður horfir á þetta frá hinum vinklunum að eins og í Vesturbænum þá er rosalega lítið af félagslega húsnæði, það er meira meira fólki sem býr þar en það er ekki tekist að fá íbúður þar og það í markaðurinn er ekki að bjóða upp á að geta gert það þannig að félagsbústaðir gætu byggt þar til dæmis til þess að auka þessa félagslega blöndun fá meira fólk og þeir eru ekkert að fá íbúðir á þessum undisreitum Nei, það hefur ekki verið held ég sko en þeir eru að rísa upp eins og gorkúlur undisreitinir Já, herðu þið hafið líka verið að tala svolítið mikið strætó og í vetur hafið talað mjög mikið strætó og snjómoksturinn og allt í kringum strætó og svona nýjasta sem við vorum með þar er að leggja til að tíðnin eru aukin innan Reykjavíkur hjá strætó þannig að myndi ganga á 10 mínútna fresti á virkumdögum og það þarf ekkert til nema bara fulltrúi Reykjavíkur í stjórn leggja þetta fram og þetta sé samþykkt í borgarráð Reykjavíkur af því að það þarf ekkert fjármagn frá hinu sveitarfélögunum þau gerðu þetta með næturstrætó hann var endurvækin daginn bara innan Reykjavíkur þannig og það var samþykkt að vísa þeirri tillögu inn til stjórnarstrætó og okkur skilst að það vera tekið fyrir á næsta fundi sem er bara held ég í þessu mánuði þannig að það verður spennandi að sjá hvað fulltrúi Reykjavíkur Alexandra Brím gerir þá hvort að hún greiði atkvæði með því eða ekki ef það er vilji til þess að efla almenningssamgöngur hérna Reykjavíkur þá er þetta alveg bara kjörið tækifæri sko og að því að það er svo mikilvægt líka það er verið að fækka bílastæðum og það er verið að gera fólki erfiðara fyrir að keyra bíl og borgina sem að ég skil alveg að þau vilja meiri svona borg sem með minni mengun og fólk sé að keyra minna en þá þarf á sama tíma líka að efla almenningssamgöngur. Það verður náttúrulega að efla almenningssamgöngur. Já, það er ekki nóg bara einhvern veginn að fækka bílastæðum og síðan skamma fólk að þeir eru á bíl, það verður líka að efla almenningssamgöngur. Einhvern veginn verður fólk að komast frá A til B sko, það er ekki allir sem geta hjólað. Nei, nákvæmlega, einmitt og bara hafa bara basicið skilur í góðu lagi, ekki að móka inn í strætóskýli og bara hafa góða inniðastu og láta þetta ganga. Já, einmitt. Hver er þín tilfinning fyrir því að heldur þetta að vera samþykkt? Ég vona það. Ég veit ekki, það verður spennandi sko, en þau beita mjög oft fyrir því fyrir sig að það sé mikið talli í borginni og við höfum ekki efna á svona. Þannig að það gæti verið að það sé afsökunum en það verður fróðlegt að sjá. Þau samþykkt á síðasta kjörtímabili með að fjölga ferðanum í 7,5 mínútna fresti en það verður ekkert gerst sko. En hvað með, akkur er ekki svona strætóskili út allt sem að sína hvenær næsti strætó kemur? Mér skilst það að séu einhver strætóskili þannig eða það ekki? Jú, þetta er komið svona kannski mest svona nálægt miðbænum en maður sér þetta ekki mikið í útkvörunum ennþá. Nei. En það sko, þá sýnir það sirka hvað langt í hans samkvæmt áætlun en það er ekki með að við bara staðsetningu. Það er ekki með að staðsetningu vaxins? Nei. Þannig að maður getur verið þarna á staði sko 1 mínúta í hann og svo bara kemur hann ekki? Nei, svo kemur hann ekki og fólk lendir náttúrulega mjög oft í því bara strætó kemur ekki eða kemur á snemma eða er bara farin Já, okay. En það sem ætli það sé þannig samt erlendis einhvers staðar að það sýnir nákvæmlega staðsetningu, veistu það? Ég kemur ekki óvart, það ætti alveg að vera hægt það er hægt að sjá þetta í appi hvað hann er þannig að þá hlýtur að hægt að reikna einhver formúla eitthvað til að reikna svona Já, maður myndi halda það, það vera hægt sko Já, það ætti algjörlega vera hægt Já, einmitt Heyrðu, já, hver er svona talandi þetta máli sem við byrjuðum að tala með vinsældir borgarstjórnar af hverju heldur þú að hún sé svona óvinsæl? Vá, það er góð spurning, ég held að það sé kannski að því að þetta fólk er í svona búblu einhverju og það lítur svolítið niður á það þegar að ég hef allan tekið eftir inn í byrjar í þessu en mér finnst svona attitútið að inni vera svolítið að líta niður á það að vera í beinu sambandi við borgarbúa það er einhvern veginn svona fyrir neðan þeirra virðingu og þau eru svolítið mikið einhvern veginn að vinna bara í svona kerfi á einhvern veginn að sjá allt og svo taka þau bara við einhverju skýrslu frá starfshópi og þá er það bara einhvern veginn lagt fram, þetta er allt svo svona teknokratíst og svona aftengt frá
almenningi, mér líður þess að það sé svolítið og samráðið þá í rauninni ekki beint samráð, heldur meira svona syndarsamráð. Já, og það kannski bara, þú veist, þau verða að gera, þau verða svona, já, við fórum í samráð og þú veist, fólk sendi mail og eitthvað en við hlustuðum ekkert samt, en þú veist, það smá, já. Við leyfðum fólki að koma til úr. Já, einmitt, ég held það sko, og svo náttúrulega líka bara þjónustan, það ekki verið að sjá með þessi grunnmál, það ekki verið að moka nógu vel, það eru biðlistar að lengjast, húsnæðismálin eru í algjör rugli, allt þetta svona, allir þessi grunnur, þú veist, hann einhvern veginn í mólum, þannig að ég held að það sé líka bara stóra ástæða. Þannig að það er margt. Alls konar hlutir, það er mjög margt einmitt. Og bara fólk standi ekki við það sem að segja, eins og með leikskólaplássin til dæmis, fyrir 12 mánaða börn. Já, ég þekki eitt dæmi um eldri borgara sem að flutti úr heimahúsi þar sem að viðkomandi fekk þjónustu, innkaupa þjónustu að aðstofi að kaupa matinn og flutti svo í svona þjónustu íbúð, félagslega þjónustu íbúð og færi ekki lengur þessa aðstoð, færi ekki aðstoð við það aðstoð sem að viðkomandi þarf við að kaupa inn af því að hún flutt í þjónustu íbúð. Já. Alls konar svona undarleg heit, einmitt, og svona bakhandar niðurskurðin svo velferðarsvið að vera að minnka skilsmanni þjónustu sem var að 2 vegna fresta að vera að fækka því ennþá meira. Það er allt svona einhvern veginn gerist á baku tjöldin og maður heyrir svona frásagnir og maður fær Mér skilst einmitt með eldri borgarna það hafi átt að innleiða einhvers konar spjaldtölvuvæðingu eða eitthvað svolítið sem að henda náttúrulega ekkert öllu gömlu fólki, það er ekkert allt tölvufært þannig að þetta er mjög undarlegt allt. Já, og svo kannski fólk sem þarf bara aðstofi að þrífa heima á sér en það er einhvern veginn ekki gert, það er meira bara komdu bara á kaffihús og fólk segir nei það er ekki, ég þarf bara að láta þrífa klósett. Nákvæmlega, einmitt. Það er svolítið svona einhvern veginn, Það er eitthvað svona sumt svolítið skrítið í gangi. Já, það er það. Ekki til að auka vinsældir. Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir þetta Trausti. Já, takk fyrir mig. Og